Komið sæl blessuð og velkomin að Rauða borðinu. Ég heiti Björn Þorláksson og með mér eru samstarfsmenn mínir Ásdís Olsen og Gunnar Smári. Hvað segið þið? Eruð búin að jafna ykkur eftir blíðviðrið helgina? Já, yndislega helgi. Já. Ég var bara úti að leika og var með veislu heima með dætur mínar áttu afmæli. Já, skemmtilegt. Til Þannig hamingju. að þetta var einstaklega vel heppnaður úti veislu dagur. Já. 3 góði dagar í röð, það alveg. gerist nú ekki oft. Það er stórkostlegt. Já. Maður fyllist á þakklæti og gleði bara. Er það ekki? En Gunnar Smári, þú, máttu ekki verið í sól eða? Nei, jú, ég bara bera á mig sólarolíu sem ég gleymi og Já. ég var líka í úti afmæli, það var 8 ára afmæli í minni fjölskyldu, Já. Stóra afmæli. Já. Hvaða dag? Ha, Hvaða dagsetning? Það var Afmælisdagur? sunnudaginn. Á sunnudaginn, Gær. já. Já. 14. júní. Það er fullt af snillingur sem á afmæli á þeim degi. Já, ég labbaði fram hjá Landakotsspítala helgina og þá sá ég starfsfólkið sem er mikið til af Erlendubergi brotið þarna, hvort að þær báru með þessi slíkt yfirbragð, þær sátu allar úti í garðinum og voru að borða hádegismat, sólin flætti þarna. En engin ástæð að vera inni nema að sé ekki hægt að vera úti. Nei, þetta er bara svo dásamlegt hvernig litla lífið okkar inni þegar við förum út að gera alla hluti og brosið færist yfir andlitin og við förum að tala við mitt fólkið sest út og við einhvern veginn, það myndast aftur samfélag. Já. Fólk heilsast frekar eða hvort Já. Miklu frekar. Ég labba alltaf inn í vinnuna og það er svona misjafnt hvort að fólk heilsist og svo er náttúrulega misjafnt hvað fólk er. Fólk sem eru ferðamenn heilsa, eru vanir því að þú mætir einhverjum á gangstétt og heilsar hún. Já. Við erum ekki alveg þar. Nei. En það tekur eftir því að þegar það er bjart og fallegt, þá verður fólk opnara. Það opnast allt samfélagið bara upp á gátt og og þetta var líka alveg sögulega gott veður, það var bæði logn, mjög mikil sól og bara og ekkert stress að vonda veðrið væri að fara að koma. Það var einhvern veginn. Nákvæmlega. Já, það var veður öryggi, það var bongoblíðu öryggi allan tíman einhvern veginn. Já, það er merkild. En á ég segir Þetta voru sumarkvöldin 4. Sumarkvöldin 4. 3 búin og 4. Það verða fleiri. En ég horfði, við vorum eitthvað þreytt og lögðumst upp í sófa, dóttur mín og vinkona hennar sem var í heimsókn og ætlum að horfa á fréttatíman og við horfum hana á heilan fréttatíma sem að gerist nú ekki oft á mínu heimili. En þetta var allt frekar áhugaverðar fréttir og skemmtilegar og svo koma veðurfréttirnar. Og þá er bara verið að spá þessari rosalegu lagð og við vorum hann búin að vera undirbúa þessi afmæli og vorum hálf sjokkuð yfir því að veðurspáin hefði breyst svona skyndilega. Já. Þangað til við áttuðum okkur á því vorum að horfa á veðurfréttir og fréttir frá því mars. Nú. Þannig að við erum ekki betur heima í því sem er að gera sem það. Við vorum allsælar með fréttirna frá í mars. En það var nú skörp skil í morgun, miðað við dagana 3 á undan. Já. Já, þannig að þetta var góð tími. En horfður þú ekki á H&M? Nei. Ég reyndi að horfa á einhvern leik. Ertu byrjaðar að horfa á H&M? Það var svona gangi fyrst. Það tekur tíma að ég hef ekki hort á fótbolta síðan eitthvað reyndi aðeins og síðasta heimsvetrarmóti. Já. En ég kveikti í mér svolítið. Þetta er svona skemmtilegt. Ég veit ekki að þetta alveg kveikti í mér ef ég fer að horfa á eitthvað svona og ég passa mig bara. Það er eitthvað við fótboltan sem íþrótt. Já. Hann er svona seigfljótandi og svona á yfirborðinu raunverulega rillilega leiðilegur. En svo er einhver undirteksti sem er áhugaverður. Já. Það er eitthvað við fótbolta, Það hlýtur að vera. Nú eru þeir búin að bæta við vasspásum eftir 25 minútur leik. Það er til þess að segja að selja auglýsingar í Bandaríkjunum. Það er bara Mammon með enn eitt kúpið. Það er engin sammála að þetta gerir leiknum gott. Nei.
En ég held að ég muni horfa á minn fyrsta leik á miðvikudaginn, þá skilst mér að Englendingar spila við Króatíu. Það fyrsti leikurinn sem ég hef einhvern áhuga á. Ég hef bara engan áhuga á þessum úrslitum, eða mér alveg sama hvernig þessi leikir hafa farið sem hafa núna þegar verið spilaðir, sko. Já. Það hafa nefnilega verið, það eru góði leikir inn í þessu, sko. Það? Já. Ég hef kannski með smá tilfinninga til Hollandsleiksins. Það sem þeir voru ekki að gera gott mót. Nei, þetta var tæft. Holland-Japan var ekki? Jú, 2-2 sem að ég Holland á að vera miklu betra. Nei, fór að 2-2? Já, ég held að hefðu það unnið en Hollendingar. Og það var það var svolítið svona ólík svona, hvað það segja, svona ólík lið. Japanendur fögnuðu eða náðu játefli. Það eitthvað í þessu, sko. Ég held þetta að vera þannig að maður ætti ekki að byrja að horfa fyrir henni í 32 liða úrslitum. En það eru nokkrir eins og þú ert að benda á, England, Króatía og það eru margir spennandi leikir hérna inn í þessu. Má ég kannski út að þið verum að tala um sjónvarpsefni og ég horfi ekki á þetta. Ég eiginlega að tala um þetta því að þið voru að tala um gott veður og eitthvað svona. Það næstu því synd að vera að horfa á fótbolta. En mér datt að ég út við nefni Japan. Sólin eiginlega, þótt að sé komið langt á sumar, þá eiginlega sólin að setjast þegar leikir eru. Já. En þegar ég var svona auðstund, þá myndi ég horfa á Love is Blind. Eru þið til að ræða það? Eru þið að fylgjast með? Hvað aftur Love is Blind? Love is Blind eru þættir á Netflix. Það sem að við erum að sjá svona dating menningu í bara út allan heim. Og þetta er sem sagt, það sem er ótrúlega áhugavert, er að sjá hvað fólk er ólíkt eftir hvar það er uppalið og býr og hverjar þjóðar það er. Og þarna er við að fá að kynnast fólki, samskiptum þeirra, við fáum að kynnast fjölskyldu þeirra og heimilisaðstæðum og hvaða starfar við og hvernig í rauninni ótrúlega áhugaverð innsýn inn í mannlíf mismunandi þjóða. Svo ég réttlæti nú að horfa Love is Blind. Er þetta ekki svo svipað á fótboltinn sem að fólk situr og svona sem ættir náttúrulega frekar að vera bara úti að leika sér í fótbolta. En þá situr þú og ert að horfa á svona fólk að deyta. Það ættir náttúrulega miklu frekar að vera að deyta heldur að horfa á það í sjónvarpi. Já, ég væri nú líklega að því að ég væri ekki bara á föstu en úti þetta er trúlega skemmtilegasti leikur í heimi. Það er langt flesti sem er að horfa á þetta er fólk sem er á föstu sem er svolítið að hugsa hvað væri gaman að vera að deyta. Ég veit það ekki, þetta virkar nú ekkert rosa skemmtilegt. Tilhugalíf er náttúrulega svolítið skemmtilegt. Já, það er alveg rétt. Hargift fólk nýtur ekki. Nei, það er rétt. Þetta nú, við líst vel á ykkur tvö. Já, við getum rætt þetta, sko. Þetta er tilhugalífið er skemmtilegt, við erum sammálið þá. Og þarna er líka, það kemur svo margt upp, margar tilfinningar og fólk er svolítið berskjaldað og allt mögulega sem kemur upp í þessu. Eins og í fótboltanum. Eins og í fótboltanum, bara grátanum. En ég held ég hafi bara lesið eitthvað smá Love is Blind. Getur ekki verið að í einhverjum þættinum hafi verið mjög mikill aldursmunur á milli fólks og las ég ekki eitthvað gagnrýnið það að þetta væru bara einhverjir ríkir kallar að búa til þætti sem að sýndu það að sé allt í lagi að kærustunum þeirra séu 30 árum yngri en þeir sjálfur eða? Sko ég hef ekki séð þann þátt. Þarna er, þú veist, ekki verið að vinna með mismunandi aldur. En daginn var einhver þáttur, sko það sem er áhugavert núna, finnst mér allavega, er að þessi þáttur er kostaður á dónakalli, eitthvað svoleiðis. Já, nei, ég held að þetta sé ekki þannig. Þetta er svona frekar saklaust og heiðarlegt og við erum að fá bara að heyra mismunandi tungumál og mismunandi þjóðerni og mismunandi samskipti og það er það sem er áhugavert. Og komast að því að mannskepnan er alls staðar eins? Ægilega ekki og alls ekki. Það er bara alls ekki. Nei. Og Bandaríkjamenn náttúrulega langhæfastir í samskiptum og tala um tilfinningar og tjá sig. Það er ekki hægt að líka það saman. Og svo Bretar með hennar mikla húmor. Það var araba, svona, ég er svo hrætt að segja einhverja vitleysu, en sko það var svona, múslimskur hópur, þú veist, og þau voru öllum áttum, sko, en það virtist vera að allir væri múslimar í einu þætti. Og þar voru
miklu meira svona heiður og alls konar svona ágreiningur sem snerist það einhver móðgæðist illilega og var ofsa reiður sem að, þú veist, myndi bara á Íslendingasögurnar, sko, og svona alls konar áhugavert sem að sýni sig í þessum aðstæðum. Já. En ég alveg til í að láta þetta mál niður falla. Ég alveg til í að horfa á eitt svona þátt. Já, viltu gera það? Já. Svo við getum talað það? Já, ég skal gera það. Æðislegt. Og hætta við England-Króatíu. Það er kannski að það gera hvort. Kannski horfi ég á eitt leik og svo ég geti talað fótbolta við ykkur. Kaup, sem ég stjóla það. Heyrðu, en hérna er eitthvað annað sem er að vekja athygli ykkar fréttalega í dag. Þetta er svona, gúrkan er að byrja, en það eru þó einhver vatnaskil, það ekki, með Írans stríðið. Er hægt að flauta það af eða? Nei. Hvernig metið þið það? Nei, þetta er svona eins og samningur Trump Gaza. Ég held að sé ekkit, það er ekkit í þessu sem að bendi til þess að haldi. Alltaf ég allir Írani segja að það verið tekin upp viðræður aftur eftir 2 mánuði. Þá kemur ljós hvað þetta er. En það er alveg Trump verður einhvern veginn að ljúka þessu, hann eiginlega tapaði. Já. Og hann verður að fara með flokki sinni í kostingar og hann þurfti einhvern veginn að slakka á þessu. En ef maður horfið þröngt á hagsmuni Íslendinga og ferðaþjónustunnar þá lækkaði olíuverð og það horfir aðeins betur með atvinnuvegi okkar í dag en í gær. Opnast Hormúzsundið, en það hefur verið bent á það að taki mánuði og misseri að koma viðskiptunum í gang aftur og ekki síst á áburðaframleiðsla sem þannig að þetta kann að hafa afleiðingar langt inn í. En það var nú sagt einhverstaðar, ég veit ekki hvað það viti því, ef þetta væri ekki leyst fyrir miðjan júlí að þá þetta heimskreppa. Þannig að kannski ákvað Trump að gera samning til að forða því. Já. En það minnst hasar í Mogganum, nú Moggin með könnun, var að birta könnun í morgunum að fólk í Sjálfstæðisflokknum og Miðflokknum vill ekki að Dagur Bjarnason sé varaformaður. Fyndnasta könnun sem hefur ekki gerð. Næja. Spurðir hérna. Þeir voru daginn með fréttum að verðlag á Íslandi væri lægst í heimi. og að óflokksbundnir séu spurðir þessara spurningar dag er náttúrulega bara mjög fyndið. Sigurjón bróðir minn hefur að segja það að það sé að koma í ljós núna að Davíð Oddsson hafi haft svona hemil á vissu fólki inn á Morgunblaðinu, nú væri allt orðið vitlaust. Ég tek undir það. Það verður skrýtnar með einhverjum deginum. Ég er svo sammála því. Hvernig komist þér að þessum matarverð? Hvernig var það? Þeir reiknuðu einhvern veginn miða við þetta var svona, þeir reiknuðu þetta sjálf held ég, miða við innkomu. Þá væri hlutfall á kostaði mjólkin minna miða við meðallaun. Og það var einhver sem að lék sér að því að reikna að verðlag væri ódýrari í Garðabæ heldur en í Reykjavík. Það er sömu reikniforsendu. Þar eru fólk með hærri innkomu. Já, Moggin er sannarlega orðin stórdular fullskeppna núna og í rauninni þá er ekkert lengur að marka það sem að blaðið situr og dagskrá finnst mér. Fólk aðalega bara vera hlæja Moggana sem að hæfir ekki Moggana. Moggin vildi taka sig alvarlega. Þetta ræði ég í síðasta hluta Rauða borðsins í kvöld að hluta til breytinganda sem hafa orðið á fjölmiðlunum á Íslandi við Henry Alexander Henrysson og hann segir við gætum hlegið að þessu eins og við erum að gera hér á Mogganum, hvernig hann hefur breyst ef Moggin væri ekki eina dagblaðið sem kemur út á Íslandi ef það væri annað dagblað sem að væri að reka einhvern áróður fyrir ESB, þá væri þetta allt í lagi. En þetta er ekki í lagi, af því það er bara eitt dagblað sem kemur út. Og dindirnir í því, eins og í þessum máli, þau náttúrulega hatast út í allt sem við kemur að Evrópusambandinu og núna er bara verið að gefa Morgunblaðið út til þess eins að það komi nei út úr ágústkosningunni, en ekki já, að eins og hann segir, það er bara ekki í lagi af því við höfum ekki neitt annað dagblað. Moggi fer náttúrulega ekki við hvað á þínu heimili sem að horfið á frétti frá Mars er þau að lesa Moggan? Nei, og ég hef ekki séð Moggan bara í langa tíma, þú veist
Veistu hvernig það lítur út? Ég hef séð hann á elliheimilum. Það ekki helst þar? Og heilabilunum til þinni? Já. Já, mennar. Og í ángríns. Slagkrafturinn sé orðinn svo lítill. Þetta er náttúrulega önnur aðstafa en sko Henry Alexander, hann líklega að gera kröfu til mokkans að ef þú ert eina blaðið, þá verður að akta eftir því. Akkurat. Og að sömuleyti þá þetta arfleið Styrmis og Mattíasar sem að mokkin vann samkeppni dagblaðana á 8. áratugum og það breytti mokkan. Þannig að þeir mátu þessi svo að meðan að við höfum þessa strafnandi stöðu að þá getum við ekki látið eins og allir hinir, eins og hinflokksblöðin. Og þá, ég held að vera svona 84 sem að má merkja þess að þeir breyttu faðminn á móti drengjónum sem höfðu náð yfiráðum í mál og menningu. Það sem hafði svona kaldastríðsarflið tilheyrði vinstrinu. En það vildi náttúrulega færa sinna á miðjuna og mokkin einhvern veginn opnaði svolítið fansinn, fór alltaf að taka ofana fyrir því hvað þeir var að gera góða hluti og eitthvað fleira. Þetta er svona dæmi það. En þetta var hluti af því sem að ég held að svo fyrst og fremst Styrmir, en líklega Mattías líka, breyttu mokkonum í ljósi sko sterkra stöðans. Það gengur ekki að þú ert sterkikallinn, að þú lætur eins og þú sért sko bara eitt af flokksblóðunum. Já. Líklega vill Henry að mokkin hefði sér svona í dag sem eina dagblaðið. En að móti kemur að þau hafi ekki þessa yfirburðastöðu yfir einu en einu. Sko. Ég sá sömu greiningu á hlutverki Ríkisútvarpsins helgina. Einu þeirra sem starfar á Gímaldinu, hún var að skrifa að Ríkisútvarpið, hún spyr einhvern veginn sko áttar fólk sig á því hvað aðstöðu munur Ríkisútvarpsins og allra annara fjölmiðla á Íslandi er mikill núna. Og í ljósi þess hvað starfsmenn Ríkisútvarpsins, blaðamenn, fréttamenn, njóta mikilla forréttinda og mikils öryggis og að lifa í miklu heilbrigðara umhverfi heldur en blað- og fréttamenn og flestum öðrum miðlum á Íslandi, þá þarf Ríkisútvarpið að hegða sér eins og alvöru höfðingi sem lyftir sjónarmiðum litlu miðlana í stað þess að vera í bullandi samkeppni við það og jafnvel vera að traðka það á niður. Sko. Það hefur aldrei gert það. Sko. Mér hefur alltaf fundist þetta lítir á Ríkisútvarpinu, það geti ekki verið svona, hafa ekki stórmennsku. Eins og þegar einhverju þáttagerðarmenn á Ríkisútvarpinu að semja við viðmælendur megi ekki vera annar staðar áður að koma með þetta stóri kallinn á ekki að þessu svona. Alls ekki. Ég meina þótt að einhver sé í einhverju podcast einhver staðar og komi svo í Ríkisútvarpið, breytir Ríkisútvarpið engu máli. En eftir því sem aðstöðu munurinn eykst og Ríkisútvarpið verður stærra. Þetta er vont fyrir viðmælandan, þess að þegar viðmælandir búin að vera í Ríkisútvarpinu, þá er eiginlega glórulaust fyrir podcastið að taka hann. Algjörlega. Því að það er bara að fara svo víða. Þannig að hinn eðlilega leið ætti að vera að viðmælandi kemur fyrst inn í litlu miðlana og svo í stóra. En ábyrgð Ríkisútvarpsins í þessum efnum verður enn meiri eftir því sem að þeir verða, staða þeirra verður sterkar í samanburði við allt hitt sem er meira og minna að fótum fram komið sko. Ég veit ekki hvort það sé umræða þar svona krakkar, nú eru við svona drottnandi í fjölmiðlamarkaði, hvernig hegðar sá sér? Þessa umræðu ættu þau að vera að taka? Ég held að sé ekki að taka hana. Nei, ég er hræddur ekki. En þetta skiptir gríðalegu máli. Þessi meira, sko, við vorum að svara þessari gagnrýni og hvað, endalust bögg eitthvað. Var einhver að ringja og kvarta? Gagnrýni á Björn, hann er nú bara kvarta út af þessu. Gagnrýni á Ríkisútvarpið sama sem árás á Ríkisútvarpið. Því miður þá hefur þetta, sko... Illa innrætt árás. Já, þetta viðhorf hefur verið allt og ríkjandi. En Haldið að sé einhver svona stefna? Er þetta ekki bara dagskrárgerðar fólk, fullt af einhverju dagskrárgerðar fólki sem er eitthvað svona fótar sig og passa upp á sína stöðu? Það er náttúrulega ekki gott, sko. Ég er reyndar verið með þætti í Ríkisútvarpinu og ég var að fyrst til ég kom og ég var svo hissa að maður mætir, fer bara með sitt efni og svo fara út. Þannig ég sætti mig ekki alveg við þetta. Ég ætla að njóta eitthvað þess að vera inn í Ríkisútvarpinu. Þannig ég fór og talaði við Magga frænda, Magnús Eiríksson, hvort hann geti ekki vanlega músík inn í þetta og ég reyndi að ná ykkur út úr tæknimönnunum, þannig ég var að reyna að ná ykkur í svona þekkingu út úr þessu húsi. Því að ég var bara amatur út í bæ. Gott, sem að koma með. En þetta hefur alltaf vantað og svo fór ég að tala við Ævar og fleiri þetta.
Og þá sagði ég að þetta hefur aldrei verið svona, sko. Þetta hefur alltaf verið, þetta sem ekki alveg rétt, sko. En svo Ævar náttúrulega fóstraði ákveði svona kringum sína þætti og tímabil og fleira. En þetta hefur svolítið vantað í Ríkisútvarpið. Fullt af sérþekkingu og svona sem væri hægt að nýta betur saman. Því að þú, eins og þú þetta segja, já, er ekki bara hver sjálfstæður og við höldum að það sé rosalega gildi því að allir megið bara koma að vera inn í svona þætti. Ekkert endilega gildi því, en ég held að það sé ekkert endilega svona... En þú blómstrar ekki í þínu þætti, nema hann sé hluti af einhverju samfélagi það sem er svona... Ég held að. Ég er líka svo gamaldags Ásdís sem mér finnst að það ætti að vera munur á því hvort frétta hlutin, hvort fréttastofan sé með einhverja stefnu og hvort þau séu bara daglega skrútinara, hvort þau eru að standa við ábyrgð og skyldur eða dagskrárgerða hlutin. Mér finnst bara að fréttadeildin hafi aðra skyldur, heldur en allir aðrir. Ég er ennþá svo gamaldags. Nei, líka svona þættir það sem er svona viðtöl og ég meina, hópur verður að spyrja sig, þú veist, erum við alltaf að tala við sama fólkið og hvað er það í samfélagi sem að við náum ekki? Erum við ekki eitthvað blind? Erum við ekki ómikið að gera það sem að var gott og erum alltaf að endurtöka það sem að leiði til þess að við sjáum ekki það sem að er og, þú veist, mér finnst að en það er ekkert gaman að vera tilheyra ritstjóta sem allir eru bara í símu. Já, þetta er áhugavert. Einhvern tíma var ég ungur ritstjóri og þá vildi ég allir ritstjórnarfundinni biðja á sko, hvað er að gerast í samfélaginu? Það var útgangspunkturinn. Ekki það sem við vorum með. Eigum við að tala um okkar ritstjórnarstefnu? Er það ekki svolítið skemmtilegt eftir að við fórum í þetta rosa svona, hvað ég segja, kritíska viðtal við hana Margréti í síðustu viku? Já, það var hluti af þeirri stefnu að við erum forvitin og við erum óhrætt við að drepa niður fæti einhvers staðar þar sem aðrir hafa lýst yfir slöfun. Já, það var eina ástæðan fyrir viðtalinu í rauninni. Að hamla gegn slöfun. Já, og við viljum heyra allar raddir. Já. Og með alls konar afleiðingum. Og þó að það hafi þessar afleiðingar að það er fullt af fólki með mikla gagnrýni á okkur, sérstaklega þig. Já, því að þú ert ábyrgur fréttamaður. Já, ég sá að ég eignaðist enga aðdáendur það voru sumar á þræðinu þínu sem að letu ýmis orð falla mig. Ég hafði valdið eins og miklu vonbrigðum vegna minnar miklu reynslu. Þetta er mjög áhugavert og á ég lesa fyrir þig, hvað er til dæmis sagt um þig? Já, komdu með það versta bara. Er það? Já, ég er alltaf gaman að... Það er bara fremst Björn var mjög dónalegur, aggressífur og heimskur. Já, hann var heimskur. Enda í að gaslýsa Margréti. Já. Því að hann handlar ekki sannleikan og einnig hættist hann að henni. Það var ósmekklegt og ófaglegt og ljótt, sérstaklega út af því að hún opnaði sig í fyrsta skipti sögu foreldra sinna. Hund skammastuðin Björn með upprópunmerki. Kristi fólk er ofsótt og slátrátt allan heim. Já, einmitt. Þetta er þarna hefur hún svo nýtur PS Kristi fólk er ofsótt og slátrátt allan heim. Helföring gegn kristnu fólki er skelfileg ekki bara á Íslandi. Þú er greinilega guðlaus og trúlaus maður enda staurblindur á hlutina. Þetta er kommentakerfið. Þarna er mögulega einhver sem að finnst múslimar ekki eiga neitt gott skilið. Mögulega. Ég veit ekki það. En þetta var í eina skiptið í viðtalinu. Það er í krossferð. Þetta hljóma nú eins og ræða úr krossferð. Já. Og þá er einhver andstæðingur sem þetta... Já. En þetta var þetta er búið að vera mjög forvitnilegt ferðalag og hafi einhvern tímann verið ákveðin í því að það þarf grettistak til þess að lyfta okkur upp úr þessum sundraða heimi sem við lifum í. Við erum bara að gliðna í sundur eins og Bandaríkin krakkar. Það er það sem að eftirleikur þessa viðtals. Já, eftirleikur þessa viðtals. Hvað er það stór hópur sem að upplifi það að þú sett að... Eftirleikur þessa viðtals sýnir mér fram á að Íslands samfélag er að gliðna í svo margar ólíkar blokkir að ég man ekki eftir öðru eins. Þetta er allt frá þetta tiltekna viðtal, okkar vinna sameiginlega þarna. Þetta er allt frá því að fólk kemur og segir þetta er bara besta
blaðamennska sem hefur átt sér stað yfir í það að það svona liggur við að manni sé hótað öllu illu. Já. Og bara þú ollir mér rosalegum vonbrigðum. Og það þessi varandi fjölmiðla læsi, þessi skilningur eða þessi skilningsskortur margra Íslendinga að ef maður velur ræða með einhvern sem hefur verið slaufað að þá hljóti maður að vera með honum í liði. Já, það svo áhugavert. Það finnst mér rosalega áhugavert. Eins og við sem bara tala við fólk sem við erum sammála. Einmitt. Eða þá að ég hafi brugðist viðmælandunum með því að vera ekki með honum í liði. Þú veist, þetta bara þetta mjög áhugaverður heimur finnst mér. Er þetta ekki bara skortur á svona fjölmiðlalæsi hjá þessu fólki? Jú, en hann ekkert bara ég hættir okkur ekki svolítið til þess að eins og þessi kona sem skrifar þetta hún að vísa í einhvern hugmyndaheim sem að þú getur alveg lifað inn í þessu veröld með því að skoða YouTube myndbönd og þú getur búið í þessum heimi. En ég hef ekki trúað í að Íslands samfélag skiptist annars vegar í þetta viðhorf og svo einhverja sem eru hinum einn. Annað viðhorf hérna. Þetta hljómaði bara eins og einhver sem hafði strandað einhver staðar á YouTube sem upplifir einhvern veginn að sé hérna í heiminum skipulagður ofsóknir gegn kristnu fólki og að enginn sé til í að taka upp hanskan fyrir því, allir sé að taka upp hanskana fyrir einhverja múslima og innflytjendur eitthvað svona. Þetta bara auðvitað þetta til en ég held að þessi stórhættulegt og við höfum farið allt og langt í því eins og með sjónarmið sem að miðflokkurinn fóstrar að láta líta svo út að séu þau viðhorf á móti einhverju öðru. Þetta eru örfáar ræður, megin straumur fólks í íslensku samfélagi velviljað gagnvart öllum gestriðsið, hefur trú á mannskepnunni, hefur trú á því að það sé hægt að byggja upp gott samfélag ef að við byggjum á því sem gott á milli fólks, en tekur ekki þátt í svona þessum djöfulskap sem að fylgir því sem þú ert að lesa. Ég held að þessi kona sé 10-15% Íslandinga. Ég meina, þannig hefur það örugglega alltaf verið, Er það? En á hverju ættum við að láta þessi 10% stjórna því hvernig við byggjum við samfélagi? Ég ekki til að láta neitt stjórna manni. Mér finnst þetta bara svo áhugavert að spanið bara við samanleitarnu. Nei, ég man ekki eftir svona breiðu skópi. Og það fleira. Má ég koma öðru sjónarmiði hérna sem alveg á hinum endanum, en það líka gagnrýni þá. Þetta var ekki gott viðtal, hefur verið neitandi á gott efni frá samstöðunni síðustu ár, en þarna fóru þáttastjórnunir á nýtt plan, lágt plan. Þetta hjal var meðferð, ekki viðtal. Hreint með ólíkindum að sjá harðan reyndan blaðamann eins og Björn Þorláksson lippast niður í meðvirkni. Ef ætlunin var að leyfa viðmælandunum að segja sína hlið, þá hefði hún geta fengið að tala ein í ríflega klukkustund og málið dautt. Ef þetta á frekari dagskrárhjástöðunni mikilvægt að nota tíman í eitthvað annað. Bara rétt til að árétta, ef viðmælandinn hefur rétt og tilfinningar og ætlar með sitt mál alla leið, þá hafa andstæðingarnir það líka, dómararnir og einstaklingarnir. Já. Þetta alveg á hinum endanum. Já. En þú líka gagnrýndi þarna. Já, það eru 100 eða 1000 svona komment og svo búið að búa til alls konar efni á internetinu og dreifa því út allt þar sem að ein málsgrein tekin, afrituð og miskilin eða dreift áfram í einhverjum svona furðulegum tilgangi. Þetta alveg sjóðbullandi kolvitlaus heimur sem við búum í og ég fer ekki ofan að því að sundrungin bara að verða aukið vandamál. Við getum valið það. Við höfum fordæmi í Bandaríkjunum með því að færa alla umræðu okkar yfir í þessar skotgrafir og þú eru bara ákveða hvort með þú ert. En ég heyri ekki kröfun af það. Ég heyri það stundum svona frá einhverjum svona 1/3 úr miðflokknum og fólki þvert á flokka og svona fólki sem ætlar að flytja inn bandaríska, suðuríkja, evangelíska, hvíta yfirburðarhyggju kirkju hingað til Íslands sem að ég enga trú á að ná einhverju strandtökju á Íslandi. Af hverju ættu við að taka upp bandaríska yfirburðahyggju úr Suðuríkjónum sem sprottin upp úr þrælahaldi og stjórnlausum ótta við svartamannin að hann rísi upp
og hérna sæki það frelsi sem hann á skilið. Af hverju ættu við að hérna ganga með það? Af hverju ættu við að taka það upp? En þú áttu örugglega við, Björn, þetta á við fleira. Þetta ekki bara, það er margt sem kom fram í þessu viðtali. Þetta alveg heljarana viðtali alls konar atriði eins og bara heiðarleika og heilindi, hvernig dómskerfi við viljum og þú veist, allt fullt sem kom þetta fram sem var alveg áhugavert að mínum mati og mikilvægt að kemur fram. Mér finnst stóri vandinn í samfélaginu sá að hver fáir skilja, líkum við að segja, að vinna blaðamanns snýst ekki að handvelja bara þá sem eru sammála blaðamanni til þess að þannig að viðmælandinn sé málpípa blaðamannsins. Þetta viðhorf finnst mér ég rekast á opaslega víða. Langflestir skilji þetta sko. Langflestir eiga bara mjög auðvelt með þetta og hafa bara alist upp við þetta lengi eins og maður situr þarna og með eitthvað viðmælenda og maður spyr svona úr ranni svona kannski andstæðingans til þess að fá svona betri rök frá honum. Það er það fyrir að segja já einmitt, eitthvað svoleiðis. Ég held að allir skilja þetta. En svo kemur alltaf ykkur svona sem kannski málið skilt og rosalega heitt og heyrðu þú lést hann bara vaða yfir þig eitthvað svona. Einhvern veginn að því að honum fannst eins og maður ætti að vera harðari eða honum fannst að maður ætti að vera skilningsríkari en svo kannski dugar þetta aldrei nema í kannski svona 3 setningar og þá segir fólk eitthvað já, eitthvað. Þú veist, ég gleymdi mig bara aðeins í hitanum. Þetta eins og tuð fólks yfir kastljósi og svona. Ég veit ekki sko. Ég ræði þetta aðeins við Henry Alexander og hann segir þetta það sem ég búin að vera að predika síðastliðin 20 ár. Hvað Íslendingar eiga erfitt með að skilja það að blaðamaður sem vinnur vinnuna sína og skrifar jafnvel frétt sem algjörlega þvert á hans eigin skoðanir. Hann í mikilvægri vinnu og þannig verða allar stofnanir samfélags að virka. Að við semst lítum ekki fyrst á eigin hagsmunina, heldur við með einhver sáttmála það hvernig stofnanir samfélags þurfa að fungera. Hann vil meina að það gangi mjög illa að kenna Íslendingum að setja ekki eigin hagsmunina í fyrsta sæti. Eins og blaðamenn þá það? Þarna erum við sérstaklega að tala fjölmiðlalæsi og hvernig almenningur skilur fjölmiðla. Þannig að blaðamenn setja eigin hagsmuni fyrir framann og það sé höfu vandamál á Íslandi. Þarna erum við að tala að stór hluti almennings lítur þannig á fjölmiðlun að það sé bara eðlilegt að mogginn sé í hagsmunabaráttu fyrir ESB af því að það eru einhverjir útgerðar menn sem hafa talað sér saman eitthvað. Við vorum að tala að fólk var að hlæja þessu. Með sama hætti telur fólk núna að það sé skiljanlegt að Ríkisútvarpið sem samansett af ríkisstarfsmönnum að það bara sé með hagsmuni ríkisstarfsmanna á sinni dagskrá við örugglega ásökuð einhverja slagsíðu og svo framvegis. Og ef þetta svona að það alltaf fyrst það bara enga hagsmunir starfsmanna þessa fjölmiðils og síðan samfélagið þá náttúrulega það bara djöfulegt. Hvað þetta reynsla hans af ritstjórnum eða hvað var hann þetta? Þetta reynsla hans af íslensku samfélagi sem hann skrútinerar með einhverjum þeim hætti að hann ber okkur sama við náttúrulega fjölmennari þjóðir og þjóðir með sem að bera upp í stóra ritstjórnir. Já, sennilega. Minna mælirindar, ég held að sé bara færri þjóðir sem að gera það. Jú, en mér finnst þetta allt sem bara mjög umhugsunarvert og ég man alveg eftir þessari tilfinningu þegar maður var að skrifa forsíðufréttir á dagblöðinni í gamla daga og sko það blæddi úr augunum á manni vegna sem maður var ósammála hverju einasta orði í fréttinni. Og maður var með viðmálandur og maður gat ekki verið meira ósammálanum og samt og kreisti maður út úr sér forsíðufréttina og það var alveg bara svo fór maður heima á vaktinu og maður bara andskotan ég að skrifa en það var rétt frétt og heimildirnar sögðu manni að skrifa þá frétt og maður varð að skrifa þá frétt ekki sjálfsín vegna heldur samfélagsins. Ég held að það kunna vera eitthvað til í því að þetta hafi aldrei verið neitt rosalega sterkt element hjá okkur og það sé enn að kvarnast út úr því sko. Og ég held við sjáum það í aðdragandi ESB-kosningarinnar
að við trúum ekki vísindunum, við trúum ekki rökunum, við teljum að fólk sé með einhvers konar agenda, sko. Ég er dottið út af að þið voru að tala viðtali við hana Margréti. En eru þið núna að segja að blaðamaður gæti komið með rétta niðurstöðu hvað ég ætti að kjósa í ESB? Nei, að allir blaðamenn að hættan sé á að almenningur líti á alla vinnu blaðamanna sem að einhverju leyti enga hagsmuna flipp blaðamanna. Við vorum að tala Moggan, sko, þar sem að Moggin bara í því. Já. Og akkur ætti almenningur einhvern veginn að fara að tala að Moggin væri bara góður þótt hann séð ekki? Jú, förum til Ríkisútvarpsins núna sem að stendur alveg rosalegu styrrum. Saman dag við hættum að trúa því að þar sé nokkur fagleg vinna í gangi og þar séu starfsmennir bara með einhverja sjúkla ESB þráhyggju innbyrðis og þeir tali bara það við erum ríkisstarfsmenn, ESB starfsmenn eru hálfgerðir ríkisstarfsmenn, við skulum bara halda á með þetta. Ríkisstarfsmenn vilja að þeir gangi í ESB eða? Bara ef þú hættir að trúa á hlutverk Ríkisútvarpsins, ef Ríkisútvarpið komið á nákvæmlega sama stað Moggin, hvað verður þá okkur? En hvernig, ég get ekki séð það, er eitthvað sem heldur því fram með það? Það er tilhneiging. Er ekki minna... Sko Moggin í eigu hagsmunaaðila og rekið áfram til þess að þeir komu að Mogganum til þess að hindra það að það verði tekin upp evra, til að hindra við gengum inn í ESB. Við man ekki hvað þriðja var eitthvað. Og sá sem að stóð fyrir þessu hefur sagt að Moggin bara stóð sér vel í þessu og þetta er svona ákveðin tegund af fjölmiðlum. Við vorum að kvarta yfir því að þeir tæki ekki nótis af því að þeir væru eina dagblaðið og þar leiðandi fannst okkur, eða mér fannst allavega, að þeir hafi verið ekki efni á því að þeir kjósa að vera bara hart málgagn sem er bara klassísk fjölmiðlun, búin að vera til, bara er eldri heldur en einu hlutlausa fjölmiðlun BBC og þeir kjósa að vera þar og þannig er það bara. Er eitthvað sem heldur því fram að Ríkisútvarpið sé sambærilegt fyrirbrigði, að það sé rekið áfram af einhverjum, ég veit ekki að því vorum að lesa svona texta áðan, að það er rekið áfram af globalistunum í Davos til þess að koma okkur, ljúga okkur inn í ESB. Ég meina sá sem heldur því fram, að ég meina það er það ekki bara einhverjir 2-3% sem eru inn á einhverju Facebookari og kjaft. Ég meina... Þessi umræða tengist mörg, hún tengist líka þessu sko að fjölmiðlafólk þykist vera hlutlaust, þó við séum aldrei hlutlaus. Og það að eins og ég skil þig Björn, að það sé orðið sko hættulegt lýðræðinu ef við förum einhvern veginn að hafa alltaf gera ráð fyrir að sé einhverjir hagsmunir eða einhver afstaða sem að við erum ekki upplýst Moggin ekki með yfirlýst og fréttamenn þar með svona þetta yfirlýsta yfirbragð þeir séu með einhvern boðskap. Jú. Er það? Já. Ég meina, eins og er bara í mannfélaginu, sko. Það væri rosa skrítin íbúi á Íslandi sem væri að lesa Moggan og vissir vel ekki sko hvaða fyrirbrigði það væri, sko. Og við höfum bara reynslu af því sjálfa þegar við hittum einhvern og að spyrja og spjalla, þá vitum við alltaf svona sirka hvaðan hann kemur og við erum læs á þetta. Sko. Ég held að það sé mikið. Þannig að þetta er alltaf að stilla upp eða almenningu sé þannig að það sé bara ólæs á alla skapaða hluti og allt virki bara á að það sé vera að ljúga að honum eða eins og til dæmis, ég vil frekar að mér séu sagða fréttir og hlusta á umræðu. Það sem að viðkomandi svona, finnst eitthvað það sem að segja. Já. Ég vil ekki fá eitthvað svona samfélag sem að stillir bara öllu upp svo flatt og leiðilega og þykist vera í einhverjum sko algjöru hlutleysi að stilla upp bara staðrindum málsins. En þannig myndi nú Ríkissjónvarpið meira og minna og Ríkisútvarpið stilla sínu fólki upp. Þar er fólk að koma fram að miklu hlutleysi. Það er náttúrulega lagt upp með það. Já, hlutleysi getur verið alls konar. Ég get talað við þig og svo segjum að svona, þú ert aðeins meira þarna megin og þá tala ég bara næst við hann og þú veist það er ekki eins og að í hverri einustu frétt og hverju einasta kastljósi þurfi að koma fram einhvern veginn
sé bara stimplað sem þetta var algjörlega hlutlust og ég guðsbænum ekki biðja það. Ég held að verði hryllilega leiðilegt. Ég held að sé mikið betra það að sé bara upp á borðinu hver afstæðan er. Því að sömuleyti eru við, blaðamennska er margbreytileg og sömuleyti eru við að starfa sem sögumenn og til þess að geta haldið upp ykkur sögu og athygli hlustandans þá þarf að vera í því einhver svona smá spenna og einhver svona, og þá þarf þetta að færa þess til sjónarhorn og eitthvað fleira. Þú getur ekki alltaf komið bara eins og þú sért forstjóri Hagstofunnar að lesa upp einhverja staðreyndir. En má ég koma þá með kenningu? Er þetta kannski eini fjölmiðillinn sem að er með, þar sem að þáttagerðarmennirnir eru kannski að sína meiri afstöðu heldur en annars staðar? Myndu ekki segja það? Nei, náttúrulega. Hvar er það annars staðar? Útvarpssaga náttúrulega er með Já, í podcastum en við erum ekki svo mikið að sína afstöðu, en ekki nema að koma bara til tals, en ég held að mann sé ekki reyna þröng og afstöðu sínu upp á viðmælandann. Nei. En mér finnst það til þess að vera að ræða eitthvað, þá finnst mér bara bjánalegt að vera að þegja yfir eitthvað hvað mér finnst Ég meina, við erum alltaf að segja einhverja skoðun hérna. Og það er líka að því við erum með lengri samtöl, það stundum maður skamma fyrir að maður tali mikið og þetta er svona nærði að vera samtölöldur en viðtöl. En þú getur ekki að haldi viðtali út í klukkutíma, það virkar bara eins og yfirherslu á lögreglustöð. Þannig að stundum til þess að viðmælandi geti talað viðkomandi mál í klukkutíma, þá þarf maður að gefa eitthvað á móti eins og fólk gerir bara í eðlilegum samskiptum. Þannig að mér finnst þetta að vera samtali hér, vera bara líkar að því sem er bara heima inn í eldhúsi og maður bara spjalla við fólk. En það er ekki þannig að þú kemur í heimsótt til mín í eldhúsið og ég bara vera eitthvað yfirherrað einhver ákveðna hluti og segi ekkert sjálfur. Já, en samhengið er sem sagt þetta að samfélagsmiðlar, almenningur ruglar saman upplýsingum á samfélagsmiðlum og góðum upplýsingum sem eru unnar hjá vönduðum fjölmiðlum í æ meira mæli. Það kvarnast í undan góðri blaðamennsku meir og meir. Ríkisútvarpið fékk ekkert rosalega góða traustmælingu núna síðast. Það hafði fallið svolítið á traust fréttastofunnar. Ég get alveg séð fyrir mér að traustið hjá fréttastofu RÚV haldi áfram að minnka. Það er ekki gott ef við endum með andstæðu einhvers lýðræðis sem að við viljum hafa. Ef bara mín fáviska er alveg góð þinni kunnáttu, visku, eins og hefur náttúrulega orðið í Bandaríkjunum. Og ég held að með fjölmiðlalæsið og allt þetta, ég held við þurfum að vera rosalega vel á verði fyrir kosningarna núna. Hvað eru góðar upplýsingar og hvað eru ekki góðar upplýsingar. Og ég held að fjölmiðlalæsið sé jafnvel veikara heldur en það hefur nokkuð sinni verið. Ég bara segi ég held það vegna þess að viðbröðin við þessu viðtali sem við tókum í síðustu viku hafa verið meiri og skalinn á þeim er miklu stærri heldur en ég hef áður orðið vitnað og líka rosalega heift og upplýstir langskólagengnir menn, vinir mínir jafnvel þeir hafa bara hringt í mig og sagt við erum að tala saman, það eru mörk fyrir því hverja þú talar við og semst, þegar við erum að fara að tala þannig saman að við ætlum sjálfa ákveða hverja má tala við og hverja ekki hverjir eru nægilega verðugir þess að við tölum við og hvað ekki þá erum við komin rosalega langt frá þeirri blaðamennsku sem ég hef alltaf barist fyrir þetta er svona einhvern veginn í örfáum orðum í hnóðsköld það sem að mér langar að segja að lokum þetta en við þurfum veist að fara í kynninguna á þættinum og megum ekki nota allan tíman í vangaveltur Gunnar Smári, þú ferð til Kína það er Ragnar Baldursson, professor í kemískum fræðum hann kemur hingað, hann er búin að vera að dvelja í Kína frá því einhvern tímann miðað vetur hann kom hingað svolítið til mín í síðastliðið haust og snem vetrar Þið hafa tekið mörg samtöl saman og ég veit að margir hafa gaman að því að hlusta á þetta bæði hann að fræðum Kína en svo fáum við líka svona sjónarhorn á okkar heimsluta frá Kína alltaf áhugavert að tala við Ragnar og við munum kannski alltaf áfram með eitthvað framöndu sumri bara frábært, mikil fengur í því hvað ætlum við að hafa fleira í dag við ætlum að hann bróðir þinn Sigurjón Magnús hann er með góða gesti Kristínu Áskisdóttur, Þórunni Sigurðardóttur og Þröst Ólafsson til að ræða svona samfélagið stöðuna þetta er svona efri deild og þú ert að fjalla brjóst það er í efstu deild myndi ég það er í efstu deild það er botox og fyllefni það var kona sem hafði sambandum og sagðist að hafa langa reynslu af svoleiðis fegrunaraðgerðum og væri með núna miklar efasemdir þær eftir að hafa sjálf
farið í svona eins konar afvötnun, losa sig við öll þessi auka efni úr lífi sínu og séð afleiðingarnar af því. Reif hún úr sér eigið silikon? Sko, það gerðist fyrir nokkrum árum að hún var orðin svo fárveik að það endaði á því að hún var næstum dáin og hún lýsti rosalegri reynslu af því að það var orðið, það var allt orðið mikla, líffærin voru fyrir að mikla og hún var að kapna heima hjá sér og meiri segja mjög athyglisvert, sko. Hún fekk 2 sinnum svona near death experience, sko, í þessum aðstæðum og henni var bjargað á síðustu stundu, var í súrefnisvél og spítala vikun saman og núna laus við þessi eiturefni úr líkamannum og lifi nokkuð góðu lífi. Borgar stór fé fyrir aðskotarhlut sem hún lætur koma fyrir í brjóstunum og aðskotarhluturinn fyrir nálægt í að drepa hana. Já, þessi aðskotarhlutur og mér langar að segja út í það var svo áhugavert út í að hún var meðvituð svona fegurðar svona þráhyggju sem að hún lýsti hvernig þetta verður svona að langa alltaf í meira og meira botox og meira fylliefni og finnast þeir sem eru ekki svona sætir bara eitthvað skrýtnir að vera ekki búin að fatta triksið, sko. Þannig að það var margt áhugavert í þessu sambandi samtali við hana Hugrúnu. En kæru hlustendur og áhörvendur, við ætlum að hefja dagskrána á fyrirbæri sem að ber nú yfirskriftina dystopía. Það eru réttarhöldin yfir konunni sem varð, hvort hún var dóttur sinn og einmanna bana á Edition luxushótelinu vitum við svo sem ekki ennþá. Við vitum bara fréttir sem hafa verið sagðar og réttarsal. Þetta er efni sem vekur mikinn óhug og það var bara þannig reynilega að ég hugsaði með mér að það gæti verið áhugavert að finna einhvern sem var viðstaddur réttarhöldin í síðustu viku og ég fann eina mannesku og ég tala við hana það hvernig var að fylgjast með þessum upplýsingum, hræðilegum upplýsingum sem hann að koma fram og þegar þátturinn hefst á eftir þá skal hann þá bara viðurkennt að ég vara þá hlustendur við sem eru viðkvæmir fyrir þessu efni. Þannig að við hefjum leik á drungalegum nótum en ansi margt fjölbreytilegt forvitnilegt efni sem fylgir þar á eftir og Gunnar Smári, þú vilt kannski slá botnin í þetta með nokkrum velvöldum orðum. Má ég leiðrétta nafni á henni út í að minnst svo snælda að hafa sagt vitlaust nafn hjá viðmælanda mín, hún heitir Hafrún María. Já. Þannig að það sé sagt. Svo því sé haldið til haga. Ég ætla bara að minna á að samstöðin tilraunaverkefni og ein tilraunin svo hvort að okkur takist að halda út í umræðu vettvangi hér og kannski fjölmiðli í framtíðinni sem fyrst og fremst í eigu almennings og hlustenda á áhorfenda. Ef þú vilt slást í þann hóp sem heldur samstöðinni gangandi þá getur þú farið inn á samstöð.is þar hnappur sem ástendur áskrift. Þú getur skráðið fyrir grunnáskriftinn sem 2750 krónur, mátt borga meira þú vilt og því sem kjósi getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í Altvífélagið. Það mitt Altvífélagið sem á og rekur samstöðina. Við skulum skjóta inn örstutum auglýsingum og fara svo niður í héraðsdóm. Kennsluaðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem færir sig tilbaka þessi 30 ár til að koma til móts við þær aðferðir sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnumst við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólarnir okkar þróist, séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð. Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands. Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.